Eins og hér var sagt frá, þá kvænti Snorri dóttur sína Þorvaldi Vatnsfirðingi, en það var liður í valdabaráttu þeirra náfrændanna hans og Sturlu Sighvatssonar til þess að verða valdamestir á Vesturlandi, þurftu þeir að ná bandalagi við þennan foringja Vestfirðinga. Og það virtist Sturlu að ganga betur framan af, en Snorri sem sé sneri á hann með þessu að gefa kallfandinum Þorvaldi barnunga dóttur sína fyrir eiginkonu. Og eftir það verður fjandskapur með þeim, svoleiðis að þegar að Þorvaldur Vatnsfirðingur hefur verið drepinn, þá grunar syni hans að þar hafi Sturla átt hlut að máli. Vel að merkja var þarna Snorri orðinn tengdafaðir þessa manns sem var drepinn, þannig að hann stóð algjörlega handan víglínunar í þeim efnum. Þeir ákveða 1229 synir Þorvaldar Vatnsfirðings að hefna sín á Sturlu Sighvatssyni sem bjó þá í stórkostlegum húsakynnum og vel skreyttum að Sauðafelli í Dölum, því höfuðbýli í alfara leið, og þeir safna að sér herliði og koma í héraðið með það fyrir augum að ráðast af Sauðafelli og drepa Sturlu Sighvatsson. En þetta berst Sturlu Sighvatssyni, þeim merkilega höfðingja og mikla glæsimenni, til eyrna, svoleiðis að hann bregður á það ráð að koma sjálfum sér í burtu. En einkennilegt má það kannski kallast að flýja einn manna frá heimilinu, húsbóndinn, en skilja alla aðra eftir, þar á meðal eiginkonu sína, hérna fögru Sólveigu, sem að þá var nýbúin að eignast lítið barn. Þeir koma svo að Sauðafelli, bræðurnir með sinn herflokk, ráðast inn í húsin með báli og brandi, leita náttúrulega allt að Sturlu Sighvatssyni, höggva á henni rúm með vopnum sínum. Þarna liggur fólk sums staðar í bælum og jafnvel gamalmenni, og margir eru drepnir og örkumlaðir í þessari herfilegu árás. Hún, eins og áður segir, lá á barnssæng með lítið barn sitt, og þar kemur einn af Þorvaldssonum að og segir eitthvað sem svo ákveður að hlífa konunni þegar þeir finna ekki Sturlu, en segir, og kannski til marks það hverslags kvenkostur hún hafi verið, að helst hefði hann vilja taka hana með sér úr þessum leiðangur, en sjálfsagt var nýfædda barnið þar ástæðan fyrir því að ekki meira gert. Þarna öllu steypt niður, allt brotið, þar sem hafði verið glæsilegt og fallegt, var allt í rúst. Það flaut blóð og vistir öll hús, og þessa bíður Sturlu þegar hann kemur aftur heim, og sjálfsögðu þá í hefndarhug. Það er alveg merkilegt að það er Sturla Þórðarson, skáldið og ritsnillingurinn, sem að segir frá þessu í Sturlungu, og í þessari lýsingu á Sauðafellsför þá er engum sjónum beint af árásarmönnum. Þeir birtast þessu saklausa fólki sem verða fyrir eins og ykkur skrímsli og þögul ógn. Við heyrum ekki þeim lýst almennilega fyrr en síðar.